ég búin að vera að tala og spá, eins og þú sagði hérna, fyrir 10 árum var ég að deila þessu, sko, fyrir 10 árum var ég að veðja við fólk á Facebook, sko, hvenær sjálfkerrandi bílar kæmu, hérna, ég er með nokkuð veðmál sem ég er líklega að fara að tapa með það, sko, því ég kannski eins og margir svona tækni bjartsýnismenn, þá sá ég þetta fyrir mér myndi gerast ákveðna traðar en samt ákveðna hægar ákveðna hlutir hafa gerst hægar en ég átti von á en aðri hlutir hafa komið mér stórkostlega mikið á óvart þannig að ef að ég hugsa kannski hver mín fyrstu kynni þá náttúrulega það raunin þegar ég læri forritun 1999, 2000, 2001 þá fer ég háskólinni í Reykjavík læri forritun og kynnist þá og á alveg bara svona fann alveg eitthvað svona stórkostlegt í þessum svona algoritma heimi og þá var náttúrulega strax í rauninni verið að tala gervigreind, það er náttúrulega mjög gamalt hugtak sko. Einmitt, það deytar alveg til 1950-60 held ég sko, bara meðan guðfær gervigreindarinnar sem að vann Nóbelsverðlaunin Einmitt. Það er, ég man ekki hvað hann heitir. Geoffrey Hinton. Já, einmitt. Og þetta er náttúrulega, það sem er svo magnað þetta, hvað þetta er gamalt eins og hvað er rauninni mikið grunnhugmyndum til dæmis gervigreindar byggir á information theory eða upplýsingakenningun